Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum án þess þó að stofna nokkrum í hættu. Sérsveitarmenn eru í varðskipinu Þór sem lét úr höfn í dag og siglir í átt að hvalveiðiskipunum. Helmingur stráka í framhaldsskóla hefur spilað fjárhættuspil síðastliðið ár og einmanaleiki ungmenna eykst. Þetta kemur fram í nýrri könnun. Neyðarástand ríkir enn á Krímskaga en þar hefur bæði rafmagn og bensín verið skammtað vegna árása Úkraínumanna. Dregið hefur úr trausti íbúa á að rússneski herinn geti varið þá. Óvissa ríkir framtíð Kristnes spítala í Eyjafjarðarsveit til stendur að loka húsinu vegna myglu og óljóst hvort starfsemi hefjist þar á ný. Gott kvöld. Paul Watson segir að áhöfnum hvalveiðibáta verði ekki stofnað í hættu með aðgerðum gegn hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skip samtaka hans sigldi inn í efnahagslögsögu Íslands í gær. Paul Watson ekki borði í Bandero, skipi Captain Paul Watson Foundation við Ísland en hann fylgist með frá Frakklandi. What exactly is your plan for the crew of Bandero? Well, our plan is to prevent Christian Lofson from killing whales. So we intend to intercept, harass, blockade, whatever it takes to prevent him from continuing his illegal operations, and they are illegal operations. Hann hafnar því að leiðangurinn ætli sjálfur að brjóta lög. No, we're upholding international conservation law against any illegal activity. I mean, what's the point of having international conservation laws, rules, and regulations if nobody's going to enforce them? Do you think that the crew will be in any kind of danger? Well, the crews of the whaling ships will not be in any danger at all. I mean, our crew are well aware of the risks that they take, but we're quite confident that nobody will be injured on our side either. You know, in 50 years of operations, I've never caused an injury to any person at all. Nokkrir með íslensk nöfn hafa brugðist neikvætt við á Facebook síðu Pauls Watsons þar sem hann segir frá leiðangrinum til Íslands. Hann brást við með því að birta samsetta mynd fyrir hádegi í dag. So I'm never concerned about threats. Anybody who makes threats are not very serious people. Leiðangurinn heitir Aðgerð 86 með vísun í þegar hvalbátunum var sökkt í Reykjavíkurhöfn 1986. Paul Watson lýsti þá yfir ábyrgð á því að hafa skipulagt verknaðinn. 2 menn söktu bátunum. Annar þeirra í áhöfninni á Bandero. Our campaign leader for this voyage is Rod Coronado, who people might be familiar with because he was the one who physically engineered the sinking of the 2 whaling ships back in 1986. So this is his return to ice. Landhelgisgæslan var í sambandi við Bandero í gær því skipið var með slökkt á staðsetningabúnaði vegna bilunar að sökk þeirra. We're complying with the Coast Guard requests. Varðskipið Þór lagði af stað frá Reykjavík síðdegis á slóðir hvalveiðibáta vegna fyrirætlunar áhafnar skipsins Bandero til að gera allt til þess að stöðva hvalveiðar. Borð eru meðal annars 5 sérsveitarlögreglumenn og 4 úr séraðgerðasveit gæslunnar. Forstjóri Landhelgisgæslunnar segir áhöfn Bandero hafa brugðist þokkalega við tilmælum gæslunnar. Varðskipið Þór lét úr höfn í Reykjavík 1500 og búist við að þeir verði á slóðinni þar sem hvalbátarnir halda sig seint í nótt eða í fyrramálið. Nú segir Paul Watson að allt verði reynt til að stöðva veiðarnar. Hvaða viðbúnað verður gæslan með þar sem að bátarnir verða við hvalveiðar? Við munum gera það sem að þarf að gera til þess að vernda líf og limi og forðast slysum og það á við báða aðila. Við verðum alltaf með skip og velbúna menn. Þannig að það allt klárt af ykkar hálfu? Já, það allt tilbúið. Við tökum þessu alvarlega og höfum unnið þetta í nánu samráði við dómsmálaráðherra og erum tilbúnir ef á þarf að halda. 40% nemenda í framhaldsskóla hafa spilað fjárhættuspil síðastliðið ár samkvæmt nýrri könnun. Dósent í Háskóla Íslands kallar eftir auknum forvörnum fyrir þennan hóp.
Háskóli Íslands leggur íslensku æskulýðsrannsóknina fyrir annað ár í framhaldsskólum til að kortleggja líðan og viðhorf ungs fólks. Í fyrsta sinn voru þau spurð hvort þau hefðu spilað fjárhættuspil síðustu 12 mánuði. Í ljós koma tæplega 55% ungra karla, eldri en 18 ára, höfðu gert það og 33% ungra kvenna. Og rúmlega 44% drengja sem voru undir 18 ára og 28% stúlkna. Þetta allt og há tala. Við búum í landi þar sem bannað að stunda fjárhættuspil. Svipaður fjöldi í grunnskólum hafði prófað fjárhættuspil miðað við niðurstöður æskulýðsrannsóknarinnar þar. Þegar ungmennin eru spurð hvaða fjárhættuspil þau hafi stundað, segja flestir eða 15% spilakassa á netinu. Þar á eftir koma skafmeðar, bingo og spil með peninga eins og póker. 11% hafa prófað veðmál á netinu og 9% spilavíti á netinu. Það mjög mikilvægt að setja inn aukna forvarnir fyrir börn og ungmenni og ungt fólk. Af því við sjáum að stærsti spilahópurinn þarna krakkar svona kannski á aldrinum 18 til 25 ára. Og þau að lenda í alls konar vanda samhliða. Þau skuldsetja sig, jafnvel fjölskyldurnar sínar, þau fara að finna fyrir ýmiss konar geðrænum áskorunum. Þetta svona bolti sem fer að rúlla, þannig að þetta hefur mikla áhrif á velferð þessa unga fólks. Þegar kemur að andlegri líðan líður stelpum almennt verr en strákum. Þær eru til að mynda kvíðnari og stunda frekar sjálfskaða hegðun. Einmanaleiki hefur aukist milli kannana. 40% ungra kvenna segjast vera einmana alltaf eða oft. Hlutfallið hefur aukist 10% stig á 2 árum. Rúmlega 30% ungra karla segjast einmana, miðað við 24% í síðustu könnun. Þannig að það ýmislegt sem við getum gert og við getum ekki bara hugsað þau eru á biðlista eftir að komast að hjá sálfræðingi eða geðlækni, heldur þetta svona samfélagsverkefni. Við þurfum að gera þetta heima, skólanum, frístundum, samfélaginu. Núna það aukning í svona andlegri vanlíðan. Já. Og líka þessu fjárhættuspilum, tengist það eitthvað? Já, við vitum að áhættu þættir fyrir þátttöku í fjárhættuspilum vanlíðan. Það svona vandamál í samskiptum, að þú ert einn og einmana. Og við sjáum líka 23% segja þau erfiðleikum með samskipti við jafnaldra. Það bara næstu í fjórðungur og það líka áhættu þáttur fyrir að fara að stunda kannski bara fjárhættuspil á netinu og einangraði svolítið. Þannig að og síðan það neysla vímuefna. Þannig að við getum svona haft það í huga að styrkja ungmennin á þessum sviðum og þá það kannski vendandi þáttur fyrir að spila. Síðdegis í dag var manni bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venesúela. 4 sólarhringar eru síðan skjálftarnir riðu yfir. Yfirvöld í Venesúela hafa staðfest að 1430 séu látin en tugþúsunda enn saknað. Bandarískar leitarsveitir fundu manninn í dag. Hátt í 2000 björgunarmenn eru komnir til Venesúela til að aðstoða við leit og björgun. Mikil neyð í héraðinu La Guaira og fjöldi fólks á ekki nein hús að venda. Talið að 700.000 börn þurfi á mannúðaraðstoð að halda. Úkraínumenn gerðu drónaárásir á rússneska orkuinnviði í dag og hafa undanfarið bætt mjög í árásir nærri Krímskaga. Í vikunni voru gerðar þar einar mestu drónaárásir frá upphafi stríðsins. Українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Úkraínski herinn hefur undanfarið ráðist á brýr og lestarteina sem tengja Krímskaga við bæði Rússland og Úkraínu. Úkraínumenn gerðu fyrir helgi umfangsmiklar árásir á borgina Sevastopol á Krímskaga. Þær beindust á orku innviðum og þar hefur verið mikið rafmagnsleysi síðan. Rússar sem innlimuðu Krímskaga 2014 lýstu yfir neyðarástandi og íbúar sem flestir eru á bandi Rússa í stríðinu eru þreyttir á kyrrstöðunni. Ограничения мешают в плане того, что нету топлива, проблемы с перемещением Общественный транспорт тоже плохо ходит, так, это, наверное, такое самое главное. Ну и когда идут тревоги, если где-то рядом сбивают, по ночам, понятно, что просыпаемся. В принципе, я думаю, севастопольцы, они у нас такие изобретательные горожане, поэтому как-то я думаю, люди находят все-таки выход из сложившейся ситуации. Fátt breytist við víglínuna og stríðið virðist nú ganga út á að þreyta andstæðinginn.
Oleksandra Matvičuk, mannréttindalögfræðingur, var hér á landi helgina. Hún hefur árabil unnið fyrir miðstöð borgaralegra réttinda sem fekk friðarverðlaun Nóbels 2022. Hún segir erfitt að búa við stöðugan ótta við árásir. It's not easy to live during the large-scale war for 5 years, frankly speaking, because the war destroyed everything that we call normal life. You live in constant fear for your beloved ones. Ómögulegt sé að segja til hvort stríðinu sé að ljúka, það sé hálfnað eða bara rétt að byrja. We also don't know, probably Russia will attack next European country tomorrow. It will be the more global war. What we know for sure that only readiness of society to defend their country, their freedom, their dignity, define society that has a future. While this bloody war is still going on, none of us can say that we are doing enough. Óvíst hvað verður Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit eftir að greint var frá því að alla þjónustu yrði að flytja burt úr húsinu vegna myglu. Rúmlega 1000 hafa skrifað undir áskorun til stjórnvalda að húsunum verði bjargað og starfsemi haldið áfram. Við viljum koma hingað aftur, við viljum vinna endurhæfingu Norðurlands hérna á Kristnesi. Í 99 ár hefur fólki verið hjúkrað á gamla Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit. Á árum áður var það kallað Heilsuhæli Norðurlands og var í áratugi sjúkrahús fyrir berklasjúklinga. Í dag Kristnesspítali hluti af sjúkrahúsinu á Akureyri. Þar rekin öldrunar- og endurhæfingardeild og starfsfólk býr í húsunum í kring. En það verður dauft yfir Kristnesi eftir sumarið, þegar öll húsin verða rýmd vegna rakaskemmda og myglu. Að skella í lás á Kristnesi þýði á góðum tíma vorum við það bil 300 manns sem við gátum sinnt, skjólstæðingar sem við gátum sinnt hérna á árinu. Þetta verður bara miklu minna þegar við förum hérðan. Á Kristnesi fólk af ýmsum ástæðum en margir eru þar að ná undir sig fótunum á ný eftir slys eða erfiða sjúkdóma. Síðar í sumar verður húsinu lokað og ætlunin að leigja húsnæði á Akureyri undir þjónustuna til bráðabirgða, auk nokkura legurrýma sem á að búa til inni á SAK. Eitt af því sem starfsfólki á Kristnesi segist koma til með að sakna einna mest verði lokað hérna, það umhverfið og aðstæðan. Hérna til dæmis sundlaug fyrir skjólstæðinga og ekki langt að fara að komast út í náttúruna. Stjórnendur sjúkrahússins segja alls óvíst hvað verði Kristnes, en þeirra meginmarkmið sé að standa vörð þjónustuna í þessum krefjandi aðstæðum. Ekki vitað hvað það kostar að koma húsinu í stand aftur að sögn stjórnenda. Starfshópur í ráðuneytinu sé að vinna að málinu. Íbúar Eyjafjarðarsveitar og aðrir vel unnarar Kristnes hafa látið í sér heyra. Starfsemin sé samfélaginu mikilvæg og þau óttast að áralangur viðhaldsskortur verði til þess að byggðin verði látin drabbast niður. Í einu húsanna á Kristnesi hefur hælið verið rekið síðan 2018, setur sögu berkla og kaffihús. Þar eru sagðar sögur Íslendingana sem börðust við hvítadauða og einstakt safn af bréfum þeirra. Nú við mamma loksins komnar hingað og nú ég við rúmið hennar. Hælistýra áttu frumkvæðið að undirskriftasöfnun þar sem skorað á ríkið að fjármagna viðgerðir og tryggja framtíð Kristnes. Hún hefur verið látin vita að líklega styttist í uppsögn á leigusamningi hennar við sjúkrahúsið. Á næsta ári, 10. sumarið mitt hérna í röð kannski síðasta sumarið. Og hvað þýðir það fyrir hælið? Veistu það? Nei, ekki hugmynd. Vonandi þarf ekki að pakka þessari sýningun í kassa því að þá veit maður ekki hvort henni verður nokkuð tíma að pakka upp aftur. Mér langar bara svo að samfélagi að vakna og vita að það bara mikið skerðing á þjónustu með því að leggja Kristnes niður eins og það Verktakar á vegum Vegagerðarinnar hafa malbikað 80.000 fermetra á höfuðborgarsvæðinu þar sem af sumri. Gott veður gerir það að verkum að vinnan gengur afar vel. Reykjavíkurborg áætlar að eyða rúmum milljarði króna í malbikunar framkvæmdir í sumar. Hjá Vegagerðinni sem sér viðhald þjóðvega innan höfuðborgarsvæðisins nemur upphæðin rúmum 600 milljónum, auk 85 milljóna í viðgerðir. Malbikunarflokkar hafa verið að störfum frá því í vor og vinnan hefur gengið vel. Það búið að ganga gríðarlega vel í sumar. Við komum strax að stað, veðrið alveg búið að leika við okkur hérna síðustu vikur. Þátt að komið þetta rigningin á milli en við erum búin að malbika 2/3 af höfuðborgarsvæðinu fyrir Vegagerðina og það bara skotgengur. 2/3, hvað það stórt og mikið svæði? Við erum búin með 80.000 fermetra eða svona 8.000 tonna malbiki og eigum svona 40.000 fermetra eftir. Birgir segir götur og vegi koma misvel undan vetri. Á sumum stöðum ástandið frekar slæmt. Það eru djúp hjólför og þau eru oft komin í gegnum
núverandi malbikslag og ofan í það næsta sem segir sér sjálft að það bara slysahætta. Malbikunar framkvæmdum fylgir oft mikil röskun á umferð og ofta sé reynt að sinna þeim utan háannatíma, götum lokað tímabundið og umferð beint aðra leiðir. Birgir segir ökumenn oftast sýna þessu skilning en þó ekki alltaf. Já, það hefur þetta mjög sjaldan komið fyrir en ökumenn hafa alveg komið út úr bílunum og hellt sér yfir starfsfólki okkar á lokunarpóstum og svoleiðis en það er nú það versta, það er oftast bara tekið vel í þetta. Þá fyrir við Austurland. Minnisvarði landnámsmannin Nadóð eða Nadótt Ásvaldsson var afhjúpaður við smábátahöfnina á Fáskrúðsfirði í dag. Talið er að Nadóður hafi komið að landi við Vattarnes á milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar í kringum 860 áratug áður en landnám hófst fyrir alvöru. Logi Einarsson, ráðherra menningarmála, afhjúpaði minnisvarðan en verkið er eftir listamanninn Sigurð Guðmundsson. Og ég er mjög stoltur og ánægður með að hafa gert þetta verk hér fyrir Fáskrúðsfjörð og Austurland sem mikið áhuga mál hjá mér. Við Austfirðingar eru bara að vekja athygli á því að það var þessi landsluti sem fannst fyrstur. Hingað komu norrænu menn fyrst til landsins og áttuðu sig á því að hér var land sem var gott að byggja á og síðan bara hófst hér landnám að ég teli á undan öðrum landslutum enda stendur það einhvers staðar í bókum að Austurland hafi verið fyrst albyggt af íslenskum landslutum. Einar Dagur Brynjarsson, 17 ára hjólreiðakappi, kom til Reykjavíkur í dag eftir að hafa hjólað hringinn í kringum landið til að safna áheitum fyrir barnaspítala hringsins. Hringferðin tók 10 daga. Þetta er ekki fyrsta söfnun Einars en hann hjólaði frá Reykjavík til Akureyrar ásamt vini sínum fyrir 2 árum og safnaði þá sömuleiðis fyrir barnaspítalann. Fornleifa uppgröftur stendur yfir á Laugavegar 1, einu af elstu húsum Reykjavíkur. Húsið var nýlega rifið en verður byggt upp að nýju í upprunalegri mynd. Við erum í bakgarðinum á Laugaveg 1 og við stöndum núna í grunninum á gamla bakhúsinu sem var byggt 1868. Framhúsið sem er best þekkt byggði Gústaf Arens trésmiður og malari 1848. Jón Pétursson dómstjóri keypti það af honum ári síðar og bjó í þar ásamt fjölskyldu sinni til 1903. Verslunin Vísir var lengst af í húsinu. Hún var opnuð 1915 og var rekin þar til ársins 2015. Til stendur að húsið verði endurbyggt í upprunalegri mynd. Byggingarefnið er komið til ára sinna en reynt verður að nota eins mikið af upprunalega efninu og hægt er. Efnið sem hægt var að bjarga er í geymslu þar til uppbygging hefst. Það verður allt sem er hægt að endurnýta verður endurnýtt. Eignarhaldsfélagið Arctic fyrir Iceware stendur að uppbyggingunni. Það hefur áður endurbyggt gamalt hús við Hafnarstræti 106 á Akureyri. Áður en uppbygging hefst meta fornleifafræðingar söguna sem þarna leynist. Þá er mitt megin markmið í rauninni bara að reyna að skrá það sem eftir er af mannvistarleifum frá 19. öld sem að tengjast gömlu húsunum. Það sem við sjáum hérna er á gamla yfirborðið. Þetta eru leifar af móösku og steinkolum sem að fjölskyldan í framhúsinu. Þetta er askan úr eldstæðinu, eldhúsinu og í rauninni er mjög mikið af brotnum borðbúnaði, diskum, skálum, glerílátum í þessu mannvistarlagi. Allt sem við erum að finna er í rauninni 19. öld, mið og seinni hluti 19. aldar. Þannig að það er ekkert eldra sem er að koma í ljós hérna. Það er í rauninni ekkert skrítið af því að það voru í rauninni áður en að húsið er byggt og það voru bara tún og það voru engin hús hérna samkvæmt gömlum kortum. Þá ætlum við að líta til veðurs. Suðvestan og vestan 3 til 10 metrar á sekúndu á morgun og skúrir eða rigning á köflum víðast hvar, en yfirleitt þurrt austanvert landið annað kvöld. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Austfjörðum. Nánar veðrið að loknum íþróttunum. Breiðablik og Víkingur mættust í stórslag í undanúrslitum bikarkeppni karla í fótbolta á Kópavogsvelli í dag í leik sem sveik ekki. Riðlakeppni HM í fótbolta er lokið og nú er ljóst hvaða lið mætast í 32 liða úrslitunum. Fyrsti leikur þeirra er meira að segja hafinn. Íslandsmeistarar í tennis voru krýndir í Fossvogi í dag í einliðaleik karla og kvenna. Svo er það Formúla 1, motocross og sitthvað fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp það sem er helst í þessum fréttatíma.
Paul Watson hótar að stöðva hvalveiðar með öllum ráðum án þess þó að stofna nokkrum í hættu. Sérsveitamenn eru í varðskipinu Þór sem lét úr höfn í dag og siglir í átt að hvalveiðiskipunum. Helmingur stráka í framhaldsskóla hefur spilað fjárhættuspil síðastliðið ár og einmanaleiki ungmenna eykst. Þetta kemur fram í nýrri könnun. Neyðarástand ríkir enn á Krímskaga en þar hefur bæði rafmagn og bensín verið skammtað vegna árása Úkraínumanna. Dregið hefur úr trausti íbúa á að rússneski herinn geti varið þá. Óvissa ríkir framtíð Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit, til stendur að loka húsinu vegna myglu og óljóst hvort starfsemi hefjist þar á ný. Þessi fréttatími þá á enda en fréttastofan stendur áfram vaktina á RÚV.is, á samfélagsmiðlum og í útvarpinu. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Hjalti Stefánsson tók í Hornafirði í vikunni. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið þið sæl. Vildi mig ekki þá, vildi mig ekki síðar og þú vilt mig ekki enn. Þó ég spyr